framhaldi af Hagaleirinu og hinn út frá Bugaleiri. Svo lýst mér mjög vel þarna að rísi blöndubyggð með bæði smærri íbúðareiningum og svo einhverju stærri. Vonandi getum við komið þessu fyrirætlunum fljótt og vel áfram. Það sama gildir í raun og veru mál 16 sem í sömu fundargerð sem fjallar nýtt deiliskipulag við Hrollaugstæði. En Guðrún Ragna Ingvadóttir hjá Arkitektastofu, hún lagði semst þarna fram hugmyndir í þessu skipulagi að parhúsum og mögulega raðhúsi eða fjölbýlishúsi austan við félagsheimili á Hrollaugstöðum. Þessar hugmyndir eru að mínu mati fínar og það verður fróðlegt að fylgjast með uppbyggingu í sveit Sólar í Hrollaugstæði. En ég vil semst að við opnum á skjölinu til fundargerðins svo fólk geti séð þessar tillögur bæði um Hrollaugstæði og Leirisvæði, IB2-breyting og rætt þær. Takk fyrir þessar ábendingar, Sæmundur. Orðið laust 1017. Kristján, fyrir svo vel. Forseti fundarmenn, það þarna 13. liður undir þessari fundargerð. Þjónustusláturhús og matarsmiðju. Jafn dapur og ég varð þegar ljóst var að sláturhúsi hér á staðnum væri að leggja upp laupana og sú staðreynd blasti við að bændur þurftu að aka með fé til slátrunar langar vegalengdir sem ekki boðlegt. Gleðst ég sannarlega yfir því að nú stendur til að reisa þjónustusláturhús að frumkvæði einstaklinga hér í sveitarfélaginu. Það einnig hugmynd og vilji til að reka matarsmiðju í sama húsi með því sniði sem var hér upphaflega, þar að segja með starfsmanni sem kemur til með að styðja við þá frumkvöðla sem vilja nýta sér aðstöðuna. Bæjar ákvað á síðastu frá þessum fundi að styrkja verkefnið og ég sammála þeirri ákvörðun. Enn og aftur glæsilegt framtak hjá þeim einstaklingum sem að verkinu standa og vonandi verður aftur hægt að hefja slátrun á Hornafirði næsta haust. Takk fyrir þetta, Kristján. Orðið laust fundargerð bæjarráðs 1017. Fyrirgefðu Matthildur, hvað svo er? Við heyrum ekki í þér. Afsakið. Takk fyrir, forseti og bæjarfulltrúar. Ég sit hérna heima í sóttkví. Mér langaði að koma inn á mál 11 undir þessari fundargerð sem íbúakosning aðal- og deiliskipulagi innbæ og aðeins upplýsa stöðuna á því máli. Eins og öllum ætti að vera ljóst þá höfum við verið að undirbúa framkvæmd íbúakosninga vegna þessa skipulags sem í innbænum. Og fylgja því nokkur flækjustig. Í fyrsta lagi var ekki tilbúið kosningakerfi til þess að framkvæma rafrænar íbúakosningar. Því hafa viðræður verið við Þjóðskrá Íslands og sveitarstjórnarráðuneyti framkvæmd rafrænar íbúakosningar. Bæjarstjórn var síðan komin á það að halda bara staðbundnar kosningar og fyrsta dagsetning sem kom til umræðu var í desember sem okkur þótti ekki fýsilegur kostur og því var ákveðið á síðasta fundi að hafa kosningarnar í janúar. Síðan kemur það upp að 1. janúar 2022 taka í gildi ný kosningalög sem að flækja stöðuna enn frekar vegna þess að þá þarf uppfylla ákveðna fresti bæði fyrir utankjörfundaratkvæði og gerð rafrænnar kjörskrá og það hefði því ekki verið hægt að framkvæma þær kosningar fyrir í fyrsta lagi 12. febrúar með leiðbeiningar frá Þjóðskrá og hversu vel Þjóðskrá treysti sér til þess að vinna rafræna kjörskrá rétt eftir jól. Þannig að við erum nú að stefna því að fara aftur á sveig og halda okkur við þessar rafrænu íbúakosningar en úttekt á kerfinu sem að Þjóðskrá getur boðið okkur upp á að ljúka fyrstu vikuna í febrúar og ef við gefum okkur það að það þurfi ekki að gera lagfæringar á kerfinu að þá ætti það bara að vera klárt eftir fyrstu vikuna þannig að ég held að við getum stemt að því að vera með kosningar, rafrænar íbúakosningar fyrstu vikuna í mars. Og ég hef sent erindi það til sveitarstjórnarráðuneytisins hvort að það get ekki verið samþykkt af þeirra hálfu. En rafrænar íbúakosningar þær hljóta lögum og reglugerð sveitarstjórnarlaga en ekki þessara nýju kosningalaga sem taka gildi 1. janúar. Þess vegna hefur þetta svona farið ákveðinn hring. Ég vildi bara upplýsa þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Matthildur.
Ásgerður, við byrjum orðið, gjörðu svo vel Ásgerður. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kannski í framhaldi af þessu máli sem að Matthildur var að ræða og þá í fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar máli nr. 25. Það komið inn á úrskurð sem að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála tók fyrir sem sagt kæru á ákvörðunum að samþykkja þetta deiliskipulag sem umræðir sem íbúakosningi snýst um. Og ég vil kannski bara taka undir með Sæmundi þar að þar úrskurðurinn ekki opinn. Það skjal þarna undir sem í rauninni bara úrskurður kærunefndarinnar og kannski bara að beina því til svona líka að þessi skjal sé opið til bara eins og önnur þannig að ég tek undir það með honum að það það gögn sem lögð fram á það eða bara skýrt til dæmis eins og þessi skipulagsmál að þetta í vinnslu þannig að fólk fær ekki að taka þessu eins og það sé búið að ákveða eitthvað að það sé fólki upplýst það að málin í ferli að þá náttúrulega bara hjálpar það umræðinni að leyfa fólki að fylgjast með hvaða svona snúninga verið að taka og hvernig vinnuskjölin breytast. Þannig ég held að það sé ekkert að því ef það skýrt að það vinnuskjöl sem umræðir og þarna úrskurður. Takk fyrir þetta Ásgerður. Það ábending líka, það var dopið, ekki leyndamál í gangi, en orðið laust 2017. Verið sem þetta fyrir málfundur þessari fundargerð. Það ekki, þeir sem henni þá samþykki, gjöru svo þetta þannig. Með samþykkt samhljóða. Hér fundargerð bæjarstjórnar 291. Eitthvað taka til ársfundir þeirri fundargerð bæjarstjórnar 291. Það ekki. Þá erum við komin í almenn mál. Það er 6. mál dagskrá, gjaldskrá, byggingamála. Þið ekki að taka það í fundarstjórn. Jú, ég skal gera það. Það sem að forseti sem jafnframt formaður umhverfis- og skipulagsnefndar að fylgja þessu gjaldskránum úr hlaði, þá gef ég honum orðið. Gjörðu svo vel, Ásgrímur. Takk fyrir þetta Ásgerður. Næstu 7 liðir eru gjaldskrárhækkanir eða 6 hækkanir og svo útgjalda aukning fyrir sveitarsjóð og tæpa milljón, það 7. liður. En gjaldskrárhækkanir verða seint taldar líklega til vinsælda. En stundum betra að gera illt en ekkert og ætli svo stund sé ekki runnin upp svona korter í kosningar. Það þýðist ekki að láta þvælast fyrir sig, það þarf að taka ákvörðun rekstur sveitarfélagsins. Og gjaldskrá byggingamála samþykkti fyrir gjaldskrá gatnagerðargjalda, byggingagjalda og vegna þjónustu embættis byggingafulltrúa sveitarfélagsins. Nýja gjaldskrá að ræða sem áður var hluti af gjaldskrá embættis byggingar og skipulagsfulltrúa sveitarfélagsins, Vatnafjarðar, frá 2014. Gjaldskráin tekur breytingum í samræmi við raunskostnað sem uppreiknast frá 2014. Lagt til að gjaldskráin verði tengd launavísitölu að frátöldum útreikningi gatnagerðargjalda. Og orðið laust gjaldskrá byggingamála. Sem vill taka til máls. Ef svo ekki, þá gjaldskráin upp fyrir fundinn í samþykkis eða þeir sem gefa merki þessi samþykkja og hún samhljóma samþykkt. Og 7. mál það gjaldskrá umhverfis- og skipulagsmála og það forseti formaður umhverfis- og skipulagsnefndar sem að fylgja því úr hlaði. Gjörðu svo vel, Ásgrímur. Nýja gjaldskrá að ræða sem áður var hluti af gjaldskrá embættis byggingar og skipulagsfulltrúa sveitarfélagsins, Vatnafjarðar frá árinu 2014. Gjaldskráin tekur breytingum í samræmi við raunkostnað sem uppreiknast frá árinu 2014. Lagt til að gjaldskráin verði tengd launavísitölu. Orðið laust gjaldskrá umhverfis- og skipulagsmála. Það enginn sem kveður sér ljós að þá þeir sem að samþykkja gjörðu svo vel að gefa merki. Og hún samhljóma samþykkt. Þá það 8. liður gjaldskrá fráveitu. Ásgrímur, gjörðu svo vel. Gjaldskrá þessi sett með heimild í 15. grein laga um uppbyggingu og rekstur fráveitu nr. 9 frá 2009 með síðari breytingu, 9. grein reglugerðar um fráveitu sveitarfélaga nr. 982 frá 2010.
Lagt til að álagningarstofn frá fráveitu verði 0,335%. Hann var 0,33 að fasteignamati fasteignar heimild samanber 15. grein laga. Jafnframt lagt til að tengigjald fráveitu hækki miðað við raunkostnað úr 80.000 krónur til tengingu alltaf 150 mm lög í 90.000 en fyrir tengingu fyrir 150 mm lög og meira gjaldið úr 175.000 190.000. Lagt til að tengigjald fráveitu taki breytingum í samræmi við breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar. Orðið laust gjaldskrá fráveitu. Enginn sem kveður sér ljós, þeir sem samþykkja gjaldskrá fráveitu, kjörsölugjafmerki. Samhljóma samþykkt. 9. mál gjaldskrá vatnsveitu, kjörsölugjafmerki. Það með vatnsveitu gjaldskrána eins og fráveitu gjaldskrána að tengigjöld hafa ekki hækkað síðan 2014. Þessi gjaldskrá sett í samræmi við lög vatnsveitu sveitarfélaga númer 32 frá 2004 með síðari breytingum og reglugerð vatnsveitu sveitarfélaga númer 401 frá 2005. Lagt til að álagningarstofn fyrir vatnsgjald hækki úr því að vera 0,15% í 0,155 að fasteignamati fasteignar samanber 7. grein laga. Lagt til að hækka stofngjald vatnsveitu miðað við raunkostnað úr 140.000 í 300.000 fyrir lagnir undir 40 mm. Fyrir lagnir yfir 40 mm hækka gjaldið úr 250.000 410.000. Orðið laust gjaldskrá vatnsveitu. Enginn sem kveður sér ljós og þeir sem samþykkja kjörsölugjafmerki. Það samhljóma samþykkt. 10. mál á dagskrá gjaldskrá sorphirðu og sorpeyðingar 2021. Þetta væntanlega fyrir 2021. Ok. Þetta kjörsölugjafmerki. Hér lögð til 10% hækkun á sorphirðu og sorpeyðingargjaldi með það að markmiði að málaflokkurinn geti staðið undir sér. Og íbúum til fróðleiks þá erum við að nálgast það markmið í sorpeyðingargjaldinu. Samt sem áður sýnist okkur að 2022 munu sveitarfélagið borga 60 milljónir með þessum málaflokk. Málaflokkurinn hefur verið til skoðunar allt kjörtímabilið og hefur bæjarstjórn sett sér markmið að málaflokkurinn standi undir sér líkt og lög kveða á frá 1. janúar 2023 taka gildi kveða á 1. janúar 2023 taka gildi ný lög nr. 103/2021 sem breytingum á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum með meðhöndlun úrgangs og lögum úrvinnslugjald reglur hringrásarhagkerfisins. Lögin skylda heimili og fyrirtæki til flokkunar á heimilisúrgangi, sveitarfélög til sérstakrar söfnunar á fleiri úrgangstegundum en verið hefur, svo sem lífrænu úrgangi, textíl og spilliefni. Ekki verður upp nýtt kerfi innheimtugjalda fyrir meðhöndlun úrgangs sem miðar að því að hver og einn borgar fyrir það magn sem hent og rukka megi minna fyrir úrgang sem flokkaður. Sveitarfélagið mun vinna að innleiðingu laganna á næsta ári sem mun hafa sér uppstokkun á núverandi kerfi og breytingar á gjaldskrá. Takk fyrir þetta Ásgrímur, en sem sagt það lögð til 10% hækkun á sorphirðu og sorpeyðingargjald. Og orðið laust þennan lið. Enginn sem kveður sér ljós, þeir sem samþykkja gjaldskrá sorphirðu og sorpeyðingar, kjörsölugjafmerki. Og það samhljóma samþykkt. 11. mál á dagskrá gjaldskrá fyrir söfnunarstöð og það Ásgrímur Ingólfsson sem fylgir því úr lagi, kjörsöl. Hér lögð til 10% hækkun eins og fyrir gjaldskrá fyrir söfnunarstöðum með það markmið að málaflokkurinn geti staðið undir sér eins og þið segir. Jafnframt lagt til að auka klippikort hækki úr 9.200 krónur í 13.200 í samræmi við þann úrvinnarkostnað per kíló. Og orðið laust gjaldskrá fyrir söfnunarstöð. Enginn sem kveður sér ljós og þeir sem samþykkja gjaldskrá fyrir söfnunarstöð, kjörsölugjafmerki. Með það samþykkt. 12. mál á dagskrá reglur og gjaldskrá refa og vinkaveiði.
Ásgrímur Björnsson. Já, hér reglugerð og gjaldskrá sem hefur ekki verið breytt síðan 2013, rétt. Og miðað við veiði á ref og mink á síðasta ári þá var þetta gæti verið útgjaldaaukning fyrir sveitarfélag tæpa milljón. Sveitarfélagið greiðir fyrir veiðar á ref og mink innan sveitarfélagsins í samræmi við reglur ref og minkaveiðar í sveitarfélaginu Hornafjarðar. Þessar veiðar gildi ákvæði laga nr. 64 frá 1994 vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum með síðari breytingum. Auk reglugerð sem settar eru samkvæmt þeim. Einkum reglugerð nr. 437 frá 1995 ref og minkaveiðar með síðari breytingum á reglugerð. Lögð er til 25% hækkun á veiðilaunum vegna refa og minkaveiða. Orðið laust þessar gjaldskrárreglur. Enginn sem kveður sér ljós. Þeir sem samþykkja gjöra svo gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Ykkur Ásgrímur eftir að veita stjórn fundarins. Takk fyrir þetta Ásgerður. 13. mál á dagskrá er fjárhagsáætlun. Matthildur, spyrir svo vel. Aftur gleymi ég að kveikja hljóðinu, forseti og bæjarfulltrúar. Hér er lögð fram fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 og svo 2023-2025 í seinni umræðu hér í bæjarstjórn. Ég ætla aðeins að gera grein fyrir þeim breytingum sem hafa átt sér stað á milli umræðna, en helstu breytingarnir eru þær að áætlun vísitölu neysluverðs hækkar samkvæmt nýrri þjóðhagsspá sem hefur áhrif á fjármagnsliði. Jafnframt voru samþykkt að flytja yfir fjárheimild markaðsmála sem að samþykkt var á þessu ári til ríki Vatnajökuls vegna gerð markaðsefnis. Það var samþykkt í bæjarráði að flytja það á milli ára. Síðan breytast það áætlaðar tekjur veikna í takt við þessar gjaldskrárbreytingar sem voru samþykktar hér í liðunum á undan og jafnframt varðandi málaflokk hreinlætismála sem tengjast á gjaldskránum og þeim sorpgjaldskrám sem Ásgrímur kynnti hér á undan. Jafnframt voru gerð mistök við að færa inn varðandi framkvæmdir á 3 ára áætlun. Það bættist við fjármagn varðandi hjúkrunarheimilið á næstu 3 ár, þar sé 23-25 og sú upphæð fæst með því að rýna bara kostnaðaráætlun sem liggur fyrir í dag, en við vitum auðvitað ekki hvernig sú niðurstaða verður og þá mun þessi áætlun bara taka breytingum í takt við það þegar það skýrist. Jafnframt var sett inn auka fjármagn varðandi byggingu líkamsræktarstöðvar á árinu 2023 og þetta hefur þau áhrif að hækka lántökur á árinu 2023 330 milljónir, þær lækka árið 2024 90 milljónir og hækka 50 milljónir árið 2025 með þær áætlanir sem liggja fyrir. Annað breyttist ekki. Niðurstaðan fyrir málaflokkinn því þannig að rekstraráætlun gerir ráð fyrir því að við séum að skila afgangi fyrir á B-hluta upp á 71,2 milljón króna. Skuldir og skuldbindingar upp á 2,3 milljarða. Veltufé frá rekstri 394 milljónir króna og ný lántaka upp á 250 milljónir eins og var í fyrri afgreiðslu. Afborganir langtímalána 117,3 milljónir króna og handbært fé árslok 61 milljón króna. Það hefur þau áhrif að skuldir og skuldbindingar í hlutfalli af tekjum verða 73,4%. Vek athygli á því að viðmiðið 150% í fjármálareglum sveitarfélaga sem reyndar hefur verið ýtt til hliðar núna á COVID-tímum. Já. Meira var það ekki. Takk fyrir þetta Matthildur. Orðið laust þennan lið, fjárhagsáætlun 2022-2025. Gerðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Þetta hefur verið ferðalag, þessi fjárhagsáætlun og
ólíkt kannski fyrir árum. Það er áskoranir miklar í rekstrinum og ég vil bara ítreka þakkir til starfsmanna og bæjarfulltrúa fyrir vinnuna við þessa fjárhagsáætlun. Við höfum verið samstiga og þetta hefur auðvitað tekið á og við höfum þurft að ræða ýmislegt og oftar en einu sinni og oftar en tvisvar en niðurstaðan er sú sem liggur hér fyrir í dag. En mig langar að leggja fram bókun sem hefur verið borin undir bæjarfulltrúa og ég legg það til að bæjarstjórn í heild sinni gerir þessa bókun að sinni og með leyfi forseta þá hefst í lesturinn. Bæjarstjórn Hornafjarðar samþykkir hér fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 og 3 ára áætlun fyrir árin 2023 og 2025. Miklar áskoranir hafa verið í rekstri sveitarfélagsins síðasta árið þar sem rekstrargjöld hafa aukist umfram rekstrartekjur, meðal annars í tengslum við kjarasamninga, styttingu vinnuvikunar og heimsfaraldur kórónuveiru. Segja má að skorið sé niður í málaflokkum sveitarfélagsins þar sem rammar að miklu leyti þess sömu og fyrir ári síðan og tekið sér tillit til raunhækkana í rekstri þar sem að hafa við. Aukning hefur verið í starfsmannafjölda á fræðslu- og velferðarsviði þar sem brýn þörf var til, var það í tengslum við mönnunargat vegna styttingar vinnuvikunar, fjölgunar verkefna tengt öldrunarþjónustu og ungbarnadeildar leikskólans í Selinu við Víkurbraut 24. Framkvæmdaáætlun sem hér samþykkt 500 milljónir króna fyrir A- og B-hluta sem töluverð lækkun frá síðustu árum. Helgast það bæði að minna fé til framkvæmda frá rekstri, framkvæmdastigi í sveitarfélaginu og áformum þar Ljóst að þörfin fyrir frekari framkvæmdir hjá sveitarfélaginu mjög brýn. Bæjarstjórn meðvituð þá þörf og telji bæjarstjórn tilefni til að bæta við verkefnum, þá verður leita leiða til að taka inn verkefni svo sem Sindrabæ verði þess nokkur kostur. Bæjarstjórn skilur gremju starfsmanna Tónskólans og gerir sig grein fyrir þeirri viðhaldsþörf sem komin þar. Auk þess ennþá talsverð óvissa byggingu nýs hjúkrunarheimilis sem nú þegar hefur verið lagt mikið fjármagn í, en gert ráð fyrir því í 3 ára áætlun. Samfélagið í örum vexti og það von bæjarstjórnar að atvinnulífið í heild sinni fylgi því eftir með auknum umsvifum og tekjum sem efla það jafnframt rekstur sveitarfélagsins. Hér lýkur bókuninni en ég vil bara gera grein fyrir því að hér minnst á til dæmis Tónskólann Sindrabæ og þeir sem fylgjast með fundargerðum hafa tekið eftir því að það kom bréf frá starfsmönnum þaðan og við fórum 3 bæjarfulltrúar sem áttum heimangengt í heimsókn þar núna í gær og við erum meðvituð stöðuna og það eins og kemur fram hér og kom fram í bókum bæjarráðs frá því fyrr í mánuðinum að þá ef að skapast svigrúm að þá erum við tilbúin til þess að skoða það ef mögulegt En já, þannig að það eru mörg brýn verkefni og eins og kom fram á íbúafundi að þá verið að hér að fara í framkvæmdir sem að draga úr rekstrarkostnaði en að hagræða þær í rekstri með því. En ég legg þessa bókun eins og ég las hann upp og bæjarfulltrúar hafa fengið hana senda til yfirlestrar. Þetta hér fram og óskast því að bæjarstjórn gera hana að sinni. Þannig fyrir þetta Ásgerður. Orðið laust fjárhagsáætlun og bókunina þá ykkur við. Gerðu svo þetta, Róbert. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Hérna erum við að fjalla fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og svona 3 ára áætlun 23 til 25. Og það vissulega rétt að það eru miklar áskoranir í þessari fjárhagsáætlun. Það gjörbreytt staða hjá sveitarfélaginu út af heimsfaraldri fyrst og fremst og á sama tíma eru kröfur að aukast, fólk vill fá meiri þjónustu og við erum að reyna að bæta í það. Staðan hefur breyst alveg gríðarlega núna síðustu árin og bara svona sem dæmi að þá var gert ráð fyrir að hluti skili 1 milljón í afgang á næsta ári sem eru tölur sem við höfum ekki séð þetta í langan tíma. Við náttúrulega vonast til þess að ástandið lægist þegar að næst að kveða niður þennan draug. En
En við þurfum að passa okkur. Það eru fullt af verkefnum sem við viljum koma í framkvæmd, öll sumur, held ég. Og eins og með Sindrabæ, það er mjög leitt að það skuli hafa dregist fram lengi. Við erum náttúrulega vonast þess að hjúkrunarheimilið þetta verði farið á stað fljótlega og það er eiginlega bara lífsmark. Við þessa áætlun ýmis önnur verkefni sem eru þarna inni. En við erum líka átt okkur á því að ef við horfum á svona hluti eins og til dæmis langtímaskuldir, þó að skuldahlutfallið sé þá í alveg góðu lagi, þá eru samt skuldir að fara úr rétt 56 milljónum langtímaskuldir, 56 milljónir 2020 og það fara yfir milljarð 2023. Þannig að þetta eru stóra tölur, þannig að við þurfum að horfa vel í það sem við ætlum að framkvæma. Ég er ekki athugasemd við þessa fjárhagsáætlun eins og hún lítur út hér. En eins og segir, við þurfum að hafa þetta bak við eyrað. Ég hef samþykkið þessa bókun sem Ásgerður lagði fram hérna á. Takk fyrir þetta. Páll Róbert. Bara kannski aðeins til leiðréttingar að þetta 50 milljónir. Ég sé hér að langtímaskuldir 2018 voru 570 milljónir, en bara í árslok 2022 í 1228 milljónir. Þetta er mikil skuldaaukning. En orðið laust þetta? Gjörðu svo vel, Sæmundur. Já, forseti og góðir fundarmenn. Ég vil fá að byrja að þakka starfsmönnum og öllum þeim sem koma að þessari mikilvægu vinnu sem að setja saman fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2022 og næstu 3 ára eftir það. Þetta er mikilvægasta áætlun sem við vinnum eftir og það er í mörg horn að líta í hvert sinn. Ég finna að það hvílir á okkur ábyrgð á okkur öllum sem erum í þessari vinnu, enda eru miklar væntingar gerðar af samfélaginu til þess að sveitarfélagið sé vel rekið og að þjónustan sem sveitarfélagið sinni sé til fyrirmyndar góð. Í leiðinni eru miklar væntingar til þess að fjármunir, skattpeningar okkar allra þeim sé varið til uppbyggingar. Þar getum við haft mismunandi sýna hvað er mikilvægast að gera, hvað er að gera fyrst og hvað verka á bíða eins og gengur. Og í ár samþykkjum við áætlun þar sem við þurfum að takast á við ákveðið bakslag í seglin og áætlunin er því varfærnari en undanfarin ár, alveg eins og Ásgerður og Páll Róbert kom inn á. Og ég samþykki í bókunina sem Ásgerður lagði hér fram. Og mun samþykkja þessa áætlun líka. Mér finnst heilt yfir við vera sammála flesta hluti sem lagðir eru til í fjárhagsáætlun, hvort sem við erum í minnihluta eða meirihluta í pólitík. Við erum með sömu áherslu gagnvart rekstri í skólana, félagsþjónustu og í málefnum eldri borgara svo eitthvað sé nefnt. Okkur greinir eftir vill á leiðir að markinu. Ég lagði það til dæmis til að leikskólinn er gjaldfrjáls. Ég er sannfærður að það mun verða í framtíðinni og svo mér hafi ekki tekist að sannfæra ykkur félagana endilega það er þessari atriðinu. Og ég hefði viljað að við færum í það verk að tengja saman í skólprennslustöð í Óslandi við fráræðsli sem rennir út við Leiðarhöfða. Það mun koma síðar en í ár verður kerfinu á Leirunni, eða næsta ári verður á Árleiðarsvæðinu og Leirunni snúið í áttina að hreinslustöðinni. Það er vel. Og auðvitað hefði ég líka viljað sjá Tónskólann á Sindrabæ það verkefni klárast. Það náðist í miður ekki að klára það verkefni og fyrir því líka skýringar. Og ég treysti því að ekki verði neinar miklar tafir á því að byrja byggingu í hjúkrunarheimilis. Það er verkefni sem ríkið er búið að lofa í raun og veru að fara af stað og við erum búin að leggja inn mikla vinnu og fjármuni til þess að það verkefni verði að raunveruleika. En svona að lokum, þetta er 8. fjárhagsáætlun sem ég tek þátt í að samþykkja. Það hafa allar kennt mér eitthvað nýtt varðandi rekstur sveitarfélagsins Hornafjarðar og þetta er engin smá rekstur. Sveitarfélagið er fyrirtæki sem veltir 4 milljörðum árlega. Það má fólk hafa í huga sem tekur þátt í og velst í það að stýra sveitarfélagi. Og núna verða kosningar í vor og nýtt fólk mun veljast í þessa vinnu fyrir hönd sveitarfélagsins. En þetta verður væntanlega í síðasta sinn sem ég tek þátt í vinnu við fjárhagsáætlun í bili að minnsta Ég ætla semst ekki bjóða mig fram til endurkjörs í kosningu næsta ár. En ég
Ítreka í lokin þakkir til starfsmanna og nefndarfólks og bæjarstjórnar við gerð þessara fjárhagsáætlana. Þakka fyrir þetta, Sæmundur. Sem öll sammála það að það eru áskoranir framundan. Orðið er laust það mál fjárhagsáætlun 2022-2025. Fleiri sem vilja taka til máls undir þeim lið. Ég ætla bara eðlilegt að áðan með skuldina ég var að tala um A-hluta. En þú ert að tala um A og B. Hvað er ekki Ásgerður? Bara því að það komi hér inn á hjúkrunarheimilið og sé á Facebook, þó að maður hafi ekki verið að svara öllu því sem maður rekur augun í á Facebook, að þá er verið að velta fyrir sér hver framtíðin er og það hefur komið fram hjá í samtalið við bæjarstjóra að hún hefur verið í samtali við framkvæmdasýsluna að núna í lok vikunar eða byrjun næstu þetta er koma fréttir þaðan, þannig að það er ekki. Og ég veit, við erum alltaf að segja, þetta er alveg að koma og þetta er alveg að koma og það liggur ekki á okkur en við og bæjarstjóri er fremst í flokki í því að ýta á og óska eftir upplýsingum en það er búið að vera samtal í gangi við það sem buðu í verkið og það, okkur er sagt að það séu fréttir væntanlega og þá væntanlega er þetta að skoða það, ég meina, verði það af eða á, sko. Við vitum svo sem ekki hver niðurstaðan verður en vonandi bara krossuðu fingur að allt fari af stað. Takk fyrir þetta, Ásgerður. Það er laust 13. lið, fjárhagsáætlun. Ég heyri bara ekki. Forseti og bæjarfulltrúar, ég er búin að reyna að vinka og setja bráðræna hendi, það virkar ekkert. En mér langaði aðeins að koma inn á þessa umræðu varðandi fjárhagsáætlanagerð og tek undir þakkir bæjarfulltrúa til starfsmanna og sömuleiðis vil ég þakka bæjarfulltrúum fyrir gott samstarf við gerð þessara fjárhagsáætlana sem hefur sannarlega verið krefjandi og þetta er ávallt krefjandi að reyna að sætta skoðanir allra. Margur vill meira, það er nú bara þannig og við getum auðvitað ekkert orðið við því þegar að reksturinn er eins og við horfum fram á þessa dagana. En mér langaði aðeins að koma inn á það að eins og við forgangsröðum framkvæmdum þá erum við líka að miða að því að draga úr rekstrakostnaði. Við erum að fara í fráveituframkvæmdir sem að við fáum styrk á móti frá ríkinu, 30% á móti okkar framlagi. Þær fáum við fyrir næstu áfanga þannig við getum klárað þessu fráveituverkefni okkar til næstu ára en það eru þau inn á 3 áætlun sömuleiðis. Síðan erum við að setja fjármagn í breytingar á Hofgarði og það hefur það að markmiði að auðvelda starfsemi og einfalda samstarf milli leik- og grunnskóla þar. Þar eru fá börn í skóla og það er mikilvægt að geta rekið hann á sem hagkvæmastan hátt. Þetta er þetta dýr rekstrareining ein og sér eins og hann er uppið í dag með fáa nemendur. Rekstrakostnaður er mjög hár per nemanda þar. Og sama skapi gildir líkamsræktarstöðina. Það hefur reyndar verið ákall í mörg ár að reisa nýja líkamsrækt og það hefur verið ýmis áform það á fyrri kjörtímabilum. Og ég fagna því að það sé tekin ákvörðun að fara í þá framkvæmd núna. Við erum að leigja húsnæði af einkaaðila út í bæ og erum að greiða fyrir það töluverðar fjárhæðir á ári. Þannig að þar sparast á leigukostnaður og við náum að reka líkamsræktarstöð saman með Sundlaug án þess að kalla til auka starfsfólk því við erum þar með vakt alltaf á opnunartíma og þannig náum við að reka það batteri á betri hátt og getum þá bara leigt út starfsemi í framtíðinni. Þannig að það er ástæða fyrir þessari forgangsröðun og að sama skapi er jú sorglegt að horfa upp á Sindrabæ að það er búið að leggja mikið fjármagn í utanhús endurbætur og lítur húsi vel út að utan en það hefur setið á innanhúsframkvæmdum og það hafa önnur verkefni fengið að fara framar í forgangsröðuna en það er bara svona endar þetta hjá okkur en Sindrabær er á áætlun næst árið 2023 og 2024. Það er vonandi helst það þar inni. Það er næsta bæjarstjórn sem tekur ákvörðun það, gerir ég ráð fyrir nema við komum því áleiðis með einhverjum öðrum hætti á næsta ári. En
bara ég vil þakka fyrir gott samstarf og fjármálastjóra ekki síst fyrir hennar framlag í þessari vinnu. Takk. Hvað fyrir þetta, Matthildur? Orðið laust 13. lið fjárhagsáætlun. Við erum engin merki. Þeir sem eru þá samþykkt í fjárhagsáætlun fyrir 2022 gerir svo rétt að bókun. Fyrir henni. Þeir sem samþykkja bókunina sem Ásgeir lasir upp gerir svo rétt að bókun. Þeir samþykkt samhljóða. Þá það fjárhagsáætlun fyrir 2022. Þeir sem eru samþykkir henni gerir svo rétt að bókun. Samþykkt samhljóða. Þá það 3 ára áætlun 2023 til 2025 sem samþykkir henni gerir svo rétt að bókun. Samþykkt samhljóða. Nú ætlar forseti að lesa hér eitthvað sem hann gleymdi að lesa upp hverju eru mættir á fundi. Þetta sé til aldrei Ásgeir, þú láti ekki það. Mættir eru Ásgeir Kristín Gylfadóttir, Ásgrímur Ingólfsson, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Kristján Sigurður Guðnason, Páll Róbert Matthíasson, Bryndís Hólmarsdóttir og Sæmundur Helgason. Matthildur Ásmundardóttir og starfsmaður fundarins er Ólafur Ingólfsson. Á þessu skýrverkefni lokið. En þá það 14. mál á dagskrá og það umsókn tilkynningarskyldu framkvæmd Hótel Reynivellir. Björgvin, gjörðu þú vel. Forseti, góðir fundarmenn. Skipulagsstofnun hefur óskað eftir umsögn sveitarfélagsins vegna tilkynningarskyldra framkvæmdar samkvæmt lögum umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111 frá árinu 2021. Ég legg til að bæjarstjórn taki undir bókun umhverfis- og skipulagsnefndar þar sem kemur fram að framlög gögn séu í samræmi við deiluskipulag sem samþykkt hefur verið af bæjarstjórn og framkvæmdin byggingarleyfi skyld. Umhverfis- og skipulagsnefnd telur að nægilega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, umhverfisáhrifum og mótvægisaðgerðum. Það mat umhverfis- og skipulagsnefndar að framkvæmdin skuli ekki háð umhverfismati að tilteknu tilliti til viðmiða í öðrum viðauka laga umhverfismat framkvæmda og áætlana. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. Orðið laust 14. mál á dagskrá umsókn tilkynningarskyldu framkvæmd Hótel Reynivellir. Það enginn sem gefur merki. Þeir sem því þá samþykki gerir svo rétt að bókun. Það samþykkt samhljóða. 15. mál á dagskrá leyfi vegna efnistöku á Suðurfjörðum. Breytingu á aðalskipulagi. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Er að ræða óverulega breytingu á aðalskipulagi vegna efnistöku úr Suðurfjörðum til rannsóknar á fýsileika fyrir efnistöku á svæðinu. Óskað eftir heimild til að taka allt að 2000 rúmmetra af efni. Lýsing vegna breytingar á aðalskipulagi var í kynningu 10. til 27. maí 2021. Kynningafundur aðalskipulagstillöguna var haldinn í Ráðhúsi 8. nóvember síðastliðinn. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki aðalskipulagstillöguna og vísi henni í lögformlegt ferli samkvæmt 31. greinar skipulagslaga. Takk fyrir. Takk Björgvin. Orðið laust 15. lið á dagskrá leyfi vegna efnistöku á Suðurfjörðum. Breytingu á aðalskipulagi. Þeir sem því þá samþykki gerir svo rétt að bókun. Samþykkt samhljóða. 16. mál á dagskrá deiliskipulag heildarendurskoðun fyrir skattafall. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Vatnajökulsþjóðgarður hefur lagt fram tillögu að skipulagslýsingu vegna heildarendurskoðunar deiliskipulags Skaftafells. Lýsingin hefur verið samþykkt á 101. fundi svæðisráðs Suðursvæðis 1. nóvember 2021 og á 165. fundi stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs 15. nóvember 2021. Núgildandi deiliskipulag sem ber heitið Skaftafell þjónustusvæði tók gildi árið 2013 og var breytt árið 2016. Þótt ekki sé langt liðið hefur þróun undanfarinna ára, ekki síst vegna vaxandi fjölda ferðamanna, gefið tilefni til þess að spyrja tiltekinna grunnspurninga framtíðar fyrirkomulag mannvirkja og aðstöðu. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki deiliskipulagslýsinguna og vísi henni í lögformlegt ferli samkvæmt 40. greinar skipulagslaga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. Orðið laust 16. lið, deiliskipulag heildarendurskoðun fyrir Skaftafell.
Þeir sem þýðir þá samþykki gjöra svo réttarband. Samhljóða. 17. mál á dagskrá er breyting á deiliskipulagi Hornafjarðar við Ósland. Forseti, góðir fundarmenn. Hafnarstjórn Hornafjarðar hefur lagt fram skipulagslýsingu vegna deiliskipulags við Ósland. Fyrirhugað er að gera breytingar á gildandi deiliskipulagi Hornafjarðarhafnar við Ósland. Breytingarnar eru sumar sértækar og ná til einstakra lóða, en einnig þarf að gera breytingar á almennum skilmálum sem ná til alls svæðisins. Þar sem fyrirhugaðar breytingar eru talsvert margar var svo ákvörðun tekin að taka deiliskipulagið til endurskoðunar í heild sinni. Gildandi deiliskipulag dagsett 3. september 2015 fellur úr gildi við samþykkt nýs deiliskipulags. Meginmarkmið endurskoðunarinnar er að tryggja skilvirka nýtingu og markvissa uppbyggingu á hafnarsvæðinu. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki deiliskipulagslýsinguna og vísi henni í lögformlegt ferli samkvæmt 40. grein skipulagslaga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. Það er laust 17. mál á dagskrá, breyting á deiliskipulagi Hornafjarðarhafnar við Ósland. Þeir sem þýðir þá samþykki gjöra svo réttarband. Samþykkt samhljóða. 18. mál á dagskrá, byggingarleyfisumsókn Hagaleiðar 9, einbýlishús. Hvanver Olsen sækir heimild til þess að hafa þakskygni á húsi við Hagaleiðar 9 óverulega út fyrir byggingareign. Lagt er til að bæjarstjórn heimili að þakskyggi fari óverulega út fyrir byggingareign samkvæmt framanlögðum teikningum án breytingu á deiliskipulagi. Samkvæmt 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Enda óveruleg frávik að ræða sem skerðir hagsmuni nágranna í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýni. Og það er laust þetta mál, 18. mál á dagskrá. Þeir sem þýðir og samþykki gjöra svo réttarband. Samþykkt samhljóða. 19. mál á dagskrá, byggingarleyfisumsókn Meðalfell viðbygging Sólstofa á 2 hæðum. Meðalfell EHF sækir byggingarleyfi fyrir viðbyggingu við íbúðarhús á Meðalfelli. Sólstofa á 2 hæðum, aðalhæð og reishæð. Suðurhlið hússins. Ekkert er gildandi deiliskipulag fyrir svæðið. Lagt er til að bæjarstjórn heimili viðbygginguna án deiliskipulags þar sem hagsmunir nágranna skerðast í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýni samkvæmt 1. málsgrein 44. greinar skipulagslaga. Fallið er frá grenndarkynningu samkvæmt 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga. Og það er laust þetta mál. Enginn sem gefur merki, þeir sem þið þá samþykki gjöra svo réttarband. Það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 20, umsókn lóð Jólatún 9. Umsókn Bryndísar Klöru Runólfsdóttur og Arnars Freys Logason lóð Jólatún 8. Bæjarráð mælti með úthlutuninni. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki úthlutunina. Orðið er laust þetta mál. Lóðaúthlutun Jólatún 8. Þeir sem þýðir þá samþykkir gjöra svo réttarband. Samþykkt samhljóða. 21. mál kosning í nefndir. Þröstur Jóhannesson verður fyrsti varamaður D-lista í umhverfis- og skipulagsnefnd í stað Hertils Vogar. Þeir sem eru þessir samþykki gjöra svo réttarband. Það er samþykkt samhljóða. 22. mál á dagskrá er skýrsla bæjarstjóra. Magnús gjöra svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætla að renna hér yfir helstu verkefni síðasta mánaðar, en strax eftir síðasta fund bæjarstjórnar fyrir mánuði síðan fór ég tæplega viku langt frí þar sem ég skellti mér til New York í fermingarferð með dóttur minni. Það er mjög ánægjuleg ferð í alla staði og gott frí. Það er lærdómsríkt að heyra hvernig aðrir hafa til að mynda tekist á við COVID-veiruna. Þar þurftum við að framvísa bólusetningarskírteini til að geta borðað inn á veitingastöðum og búið er að útbúa upphitað útisvæði við marga veitingastaði fyrir óbólusetta, en hitastigi í New York er nokkuð svipað og hjá okkur á þessum árstíma. Það var merkilegt að heyra frásögnin frá manni sem sagðist hafa staðið einn ásamt öðrum manni á miðju Times Square torginu, sem er líklega einn fjölmennasti ferðamannastaðurinn í borginni. Það minnir á bókina Palli var einn í heiminum. Borgin fór ansi illa út úr COVID í upphafi faraldurs en þeir náðu svo góðum tökum á útbreiðslunni.
Annars gekk ferðalagið vel, þó það þyrfti skimi fyrir brottför, vottorð og skimi við heimkomu. Líklega þetta bara nýju ferðamátin í heiminum til þess að geta lifað af með þessari veiru. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Við erum þáttakendur í samstarfsverkefni sveitarfélaga í því að innleiða heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og eigum við áskilið sæti í þessum hóp. Þar höfum við fundað vikulega síðasta mánuðinn með samstarfshópnum þessa innleiðingu og erum við í hópi sveitarfélaga sem eru nokkuð vel á veg komin í innleiðingu heimsmarkmiðanna. Og má þar telja Kópavog sem leiðandi í þessari vinnu, Hafnarfjörð, Reykjanesbæ, Garðabæ, Mosfellsbæ, Skútustaðahrepp og Þingeyjarsveit, Skaftárhrepp, Fjarðabyggð og fleiri. Hér má sjá skjámynd sem tekin úr verkfærakistu sveitarfélaga, en samkvæmt því erum við stödd á skrefið 3 til 4 þar sem við höfum nú þegar forgangsraðað og útbúið skipulag og erum svona í innleiðingarfasanum. Mikið hefur verið, Sveitarfélagið er nú með fullmótaða stefnumótun og aðgerðaáætlun til að fylgja stefnumótuninni eftir og má lesa frétt það á heimasíðu sveitarfélagsins sem hér tengill við í þessu skjali. Fundirnir hafa verið mjög gagnlegir og eru sveitarfélögin að deila aðferðum, hvaða mælikvarðar eru notaðir, kynningarefni og deila ýmsum verkefni sem eru í vinnslu. Jafnframt kemur fram í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar áformum að halda innleiðingu áfram og meðal annars að setja upp sameiginlega mælikvarða fyrir sveitarfélögin. Nú er í vinnslu að kynna stefnu sveitarfélagsins betur fyrir starfsmönnum og íbúum og auðvitað innleiða stefnuna af krafti. Kynningarfundur fjárhagsáætlunar var haldinn í fjarfundi í annað sinn á 2 árum vegna hertra sóttvarnaráðstafana. Frekar dræm mæting var á fundinn að þessu sinni og litlar en góðar umræður. Fjarfundir hafa bjargað stjórnsýslunni á mörgum vinnustöðum í gegnum þennan heimsfaraldur en oft nauðsynlegt að hitta fólk augliti til auglitis. Mætingin á þennan fund gefur tilefni til þess að boða til annars fundar síðar. Spjallfundar bæjarmálin, þar sem íbúar geta skráð sig til þátttöku og þannig hægt að halda utan mætinguna. Það er mikilvægt að geta átt góð samskipti við íbúa í persónu og hlusta á þeirra áherslur og skoðanir varðandi sveitarfélagið. Fundir með stjórnendum sveitarfélagsins og starfsmönnum, mánaðarlega funda ég með sviðsstjórum og annað hvern mánuð með forstöðumönnum sveitarfélagsins. Fundir forstöðumanna eru stærri fundir eða 15 manns þegar full mætingar á fundina, en undanfarin 2 ár hafa fundirnir nánast alfarið verið haldnir á Teams og verða þeir oft markvissari þannig. Það kemur stundum niður á umræðunum. Ég kynnti fjárhagsáætlun og stefnumótun fyrir hópnum ásamt því að ræða það helsta sem viðkemur stjórnun. Í haust var auglýst eftir mannastjóra eftir að Sverrir lét af störfum en ákvað að vera að fresta ráðningunni. Nú hefur sveitarfélagið gert samning við Attentus mannastjóra að láni sem mun aðstoða sveitarfélagið í að vinna starfsmannastefnu og starfsmannahandbók þar sem allir ferlar sem tengjast mannauðsmálum verða skoðaðir. Við Ólafur áttum fund með ráðgjöfunum í vikunni og hefst vinnan í næstu viku og vonandi verður hægt að kynna fyrstu gögn fljótlega í janúar. Ég kom aðeins inn á íbúakosningar vegna aðal- og deiliskipulagsþéttingu byggðar hér fyrr á fundunum en ég hef verið í samskipti við dómsmálaráðuneytið, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og Þjóðskrá Íslands til að undirbúa íbúakosninguna. Við vorum farin að undirbúa hefðbundnar staðkosningar og stefnan að halda þær miðjan janúar. Þar sem ný kosningalög taka gildi 1. janúar 2022 flækir það málin varðandi staðbundnar kosningar. Fyrsti mögulegu kjördagur væri þá 12. febrúar. Á sama tíma og öryggisúttekt á rafrænu kosningakerfi mun ljúka en það er Þjóðskrá Íslands sem tryggir kerfi sem hægt að nýta til að framkvæma kosningarnar. Það er því stefnan að halda rafrænar íbúakosningar á ný og þá vonandi mánaðamótin febrúar-mars. Á fundi bæjarstjórnar í dag var verið að úthlita síðustu lóðinni á Júlatúni og því einungis 3 lóðir eftir til úthlitunar á Dalbrautinni. Það er þó hvað varðar þéttbýli. Það er því mikilvægt að fjölga fljótt lóðum svo hægt sé að anna eftirspurn. Hjúkrunarheimilið. Í síðustu viku sendu íbúar á hjúkrunarheimilinu Skjólgarði opið bréf til heilbrigðisráðherra og ríkisstjórnar Íslands og hef ég hérna tengil á frétt sem var flutt á RÚV. Mér langar að fá að vitna í bréfið þeirra en þar stendur orðrétt. Við vitum ekki hvort þið áttið ykkur á því hvaða aðstæður við búum og hversu
við hvaða aðstæður við búum og hversu íþyngjandi þetta er fyrir okkur. Hér búum við öll nema 2 einstaklingar í tvíbýli með sameiginlegu baðherbergi með öðrum herbergisfélagunum. Herbergisfélagar okkar í fæstum tilfellum makar okkar eða nánir vinir frá fornu fari. Þessir 2 einstaklingar sem hafa sérbýli deila salerni án sturtu. Hér er rými til einkalífs það sama og ekkert. Ef þarf að veita okkur persónulega þjónustu varðandi hreinlæti, lyfjagjafir, sáraumbúðir eða meðferðarsamtöl er aðeins tjald á milli okkar og nágrannans í næsta rúmi. Og þar með lýkur tilvitnun. Ég tek heilshugar undir hvert orð sem þarna kemur fram og finnst afar leitt að málið sé í þessum farvegi og þekki vel til aðstæðna á hjúkrunarheimili að mínum fyrri störfum og veit að hún er ekki boðleg. Það hefur verið beðið eftir nýju hjúkrunarheimili síðan fyrsti áfangi reiðis árið 1996 og var ég vongóð það að nýtt hjúkrunarheimili væri riðsig undir lok kjörtímabilsins. Það er hins vegar ekki raunin. Staðan í dag er sú að unnið er með hönnum og verktökum sem buðu í verkið að því að ná kostnaði við bygginguna niður en lægsta tilboðið var langt yfir kostnaðaráætlun. Það má deila það hvort sú áætlun hafi verið rétt og að tekið hafi verið tillit til landfræðilegrar stöðu okkar hér á Hornafirði. Ég er vongóð, leyfi mig það, að þeim takist að ná nægilega langt niður kostnaðinum við framkvæmdina, þannig að hún fáist samþykkt hjá samstarfsnefnd opinberar framkvæmdir. Og til að ítreka það, þá hefur bæjarstjórn ekki staðið í veg fyrir þessari framkvæmd, þvert á móti. Og þar sem þetta er síðasti fundur bæjarstjórnar fyrir jól, þá vil ég nota tækifæri að óska ykkur öllum góðrar aðvendu og gleðilegrar jólahátíðar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Matthildur. Áður en ég geri hlé á fundinum, þá vil ég þakka bæjarstjórnarmönnum og starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir samstarfið á liðnu ári. Einnig vil ég óska íbúum öllum gleðilegra jólahátíða og áramóta sem er hinum megin við hornið. Geri ég nú hlé á fundinum meðan farið verður yfir fundargerð.